Já, sælverði og takk fyrir að bjóða mér og segja reynslusögu. Ég spurði þegar ég settist hvort þetta er döpursaga, en ég lofa hún því góð. Hún gleðileg að mínu mati og okkar. En ég starfsmanna sjúkraþjálfari og verkefnisstjóri á mönnunar- og starfsumhverfisdeild spítalans. Og hef haldið utan þetta þróunarverkefni sem við höfum verið í 4 ár með virk. En það hófst þannig að í árslok 2016 þá gerðum við samning við virk þetta þróunarverkefni starfsendurhæfingu samhliða vinnu. Okkar markmið var það að grípa inn í ef starfsmenn voru að kikna, eins og við segjum svona daglega hjá okkur. Ef við sýndu þverrandi starfsgetu vegna heilsubrests, hvort sem það var af líkamlegum eða andlegum toga, og gæti jafnvel leitt til langvarandi veikinda. Við studdumst þá við þessa þekkingu sem hér hefur verið nefnd að vinnan sé góð, okkur holl, líkamlega sem andlega, ef að jafnvægi haldið og svo lengi sem jafnvægi haldið. Og einnig þeirri þekkingu að snembær inngrip árangursríkast. Við settum okkur samræmd viðmið og vinnureglur verkefnið og kynntum það vel fyrir stjórnendum okkar. Og í megindráttum þá hefur það bara haldist, svona slípast til þó á þessum árum. Í nokkur ár áður en við hófum þetta samstarf þróunarverkefnið, þá höfðum við haft þann möguleika að bjóða starfsmönnum okkar sem voru að koma tilbaka eftir langvarandi veikindi hlutaveikindasamning. Markmið með því var að taka mjúklega, eins og við orðuðum það, á móti þeim eftir langvarandi veikindi, svo þeir myndu síður falla í þá gryfju að veikjast aftur. Þannig að þegar við förum að huga að þessari innleiðingu, þá sáum við fyrir okkur að við getum nýtt okkur þessa reynslu, að nýta okkur hlutaveikindasamning. Og hann hafði þá alltaf verið í boði til 3 mánaða og þó með möguleika á framlengingu aðra 3 mánuði. Á þessum tíma þá vorum við líka nýlega búin að innleiða viðverustefnu og fjarveru samtöl sem höfðu það að leiðarljósi að sýna umhyggju og fyrir líðan og heilsu starfsmanna og löngun okkar til þess að hjálpa þeim þá til að ná utan sín mál og finna úrræði til þess að draga úr þeim fjarvistum sem þeir höfðu verið í. Þannig að þetta var nú upphafið af þessu og þetta hófst eins og ég sagði þarna í lok 2016 og síðan stóð þetta í 4 ár, þetta þróunarverkefni. Til þess að þetta verkefni fær á stað fyrir hvern einstakling fyrir sig, þá yrðu við sem sagt að gera hlutaveikindasamning. Þetta gerðist þó þannig að samkvæmt viðverustefnunni þá hugsað okkur þannig að stjórnandinn, mannustjórinn, trúnalæknirinn okkar, hann gat boðið starfsmanni þetta úrræði ef að það var sýnilega mikil fjarvera og við settum svona marki við 10% eða það var komið einhver svona ákveðið munstur á fjarveruna. Og að því sögðu þá höfðum við það líka viðmið að það varð að vera búið að reyna fjarverusamtölin og finna einhvað úrræði. En í þessum samtölum þá gátum við boðið sem sagt upp á þetta úrræði að fara í starfsendurhæfingu hjá virk. Þetta ferli þá alltaf samstarf starfsmanns, stjórnanda, mannustjóra og trúnalæknis. Það hefur verið rauður þráðurinn í gegnum þetta hjá okkur. Og þegar að þetta var kannski niðurstaðan í fjarverusamtalinu,
þá fór viðkomandi starfsmaður til trúnaðarlæknis og hann mat þetta svona sjálfstætt með starfsmanninum og ef niðurstaðan var að þetta væri heppilegt úrræði, þá fór beiðni frá trúnaðarlækni til virk. Starfsmaður okkar hitti ráðgjafann og þar var aftur tekið svona sjálfstætt mat á því hvort að þetta væri viðeigandi úrræði. Nú þarf ég held ég að fá vatn. Ég er með vatn. Já, starfsmaður okkar fór þá til trúnaðarlæknis og beiðni fór frá trúnaðarlækni og sjálfstætt mat var tekið hérna hjá virk. Það komu fyrir tilfelli og ég man bara eftir 2 held ég. Þar sem að niðurstaðan svo, nei þetta hentar ekki. Þessi starfsmaður er of veikur. Við þurfum bara að setja hann í full veikindi. Og við kunnum að meta þessi faglegu vinnubrögð hjá virk. Mér vantar eiginlega músina hérna en ég læt þetta bara duga. Sem sagt, þarna er starfsmaður kominn til virk. Meðferðarúrræðið er í raun hafið. Við þurfum að gera þá hlutaveikindasamning. Þessi samningur sem ég nefndi áðan, við höfum góða reynslu á honum. Við gerðum þá hlutaveikindasamning áður en endurhæfingin hefst. Og með undirskrift þessa samnings þá er starfsmaðurinn okkar að veita yfirmanni sínum og trúnaðarlækni sínum og ráðgjafann hjá virk leyfi til þess að fjalla sín mál þarna á milli. Við sáum alltaf fyrir okkur svona þríhyrning. Þannig að þetta var alltaf hreinu strax, að þetta mátti. Og það var settar svona vörður í upphafi man ég að við vildum heyrast á þessu ferli, á þessum tímabili í ferlinu, hvernig gengur. En sem sagt við skoðum síðan alltaf samningin innan 3 mánaða, okkar megin, og bara svona til þess að meta það hvort og hvenar starfsmaður væri væntanlegur til vinnu aftur og í hvaða starfshlutfalli. En þegar endurhæfingu lauk þá átti starfsmaðurinn okkar og ennþá að hitta trúnaðarlækni því að hann átti að gera starfshæfnismat á honum áður hann kæmi til vinnu. Á þessu tímabili sem starfsmaður er í starfsendurhæfingunni, þá reiknum við alls ekki með að hann sé í orlofi, eða fari í orlof. Töldum það ekki samræmast markmiðum verkefnisins. En auðvitað kom það fyrir og ef það var álit stjórnandans og trúnaðarlæknis að þetta væri bara gott fyrir hann og myndi ekki koma niður á honum, að þá var það leyfi gefið, þá var hann raunverulega bara í orlofi að hluta til, alveg sem hann var í vinnu að hluta til og svo var hann veikur á móti. Svona í kerfunum okkar. En þetta átti ekki samt að lengja meðferða tímabilið. Við þurftum að gera það. Við þurftum að setja okkur skorður það hversu langan tíma þetta ætti að taka. Þannig að svona leit þetta nú út. En hvernig gekk þetta? Þegar að starfsmenn luku endurhæfingu þá lögðum við fyrir þau nokkra spurningar. Það voru það 5 spurningar sem við fengu sem spurðu þá það hvernig líkaði þér þjónustan, okkar þjónusta og þjónustan frá virk og hvernig fannst þér árangurinn vera og í hvaða starfshlutfalli hvernig komstu tilbaka, náður að halda sama starfshlutfalli eða ekki. Og við byrjum árið 2017. Og það voru 4 sem fóru. Ég man að það voru 5 sem við settum í umsókn inn fyrir, en það voru 4 sem fóru í gegnum ferlið. Það gekk bara vel. Við vorum bara að feta okkur áfram. 2018, þá voru þeir komnir í 14.
og það gekk bara vel. Og mér langar bara að sýna ykkur þessi 2 ár út af því að mér fannst bara svona lýsa verkefninu mjög vel. Að 2019 þá voru 16 starfsmenn Landspítala sem hófu starfsendurhæfingu samhliða vinnu og af þeim voru 9 hjúkrunarfræðingar. 3 voru ófaglærðir starfsmenn, 2 ritarar, 1 læknir og 1 fagaðili úr endurhæfingu. 3 starfsmenn luku endurhæfinguna á 3 mánuðum. En 13 þurftu lengri tíma. Takk eftir því. Við þurftum að framlengja og við fórum meira segja þarna fram úr þeim ramma upp í 7,5 mánuð. En 10 þessara, 16 komum tilbaka í fyrra starfshlutfall, 5 minnkuðu starfshlutfall ýmist frá 10% upp í 40 og 1 skipt starf. Og svo aftur 2020, COVID-árið mikla, voru 15 starfsmenn sem hófu starfsendurhæfingu samhliða vinnu. 10 af þeim voru hjúkrunarfræðingar, 1 sjúkraliði og 2 ófaglærðir. 3 þeirra luku endurhæfinguna á 3 mánuðum, 12 á lengri tíma. 7 og alveg upp í 10 mánuðum. 10 kom tilbaka í fullt starf, 3 minnkuðu hlutfall sitt frá 5 upp í 50 og 2 skiptum starf. Þetta gefur ágæta mynd af þessu verkefni hjá okkur og þið sjáu þetta ekki fjöldi manns í þessu tilraunaverkefni en okkur finnst árangurinn þarna mjög góður. Og maður getur spurt sig hvers vegna dreifingin þessi. Við erum með 30% starfsmannir hjúkrunarfræðingar. Segir það okkur einhvað? Okkur bara með 1 læknir. Verða þeir ekki líka veikir? Við höfum spurt okkur að því líka. En svona lítur myndin út og hérna eins og ég sagði við ykkur, við lögðum spurningar fyrir þau og niðurstaðan segir okkur að árangur var mjög góður. Þeir sem höfðu farið í gegnum þetta úrræði voru spurðir og einnig stjórnendur. Og það í stuttu máli sagt var þannig að flest allir voru mjög ánægðir og mjög ánægðir með úrræðið og árangur þess og þjónustuna. Og flestir eins og ég sá á tölunum áðan skiluðu sér í sitt fyrra starfshlutfall. Þannig við erum ánægð og áttum mjög gott samstarf við virk. Við lærðum mikið og ætlum því ótrauð að halda áfram að bjóða þetta úrræði. Og kannski svona til þess að segja aðeins betur frá því, held ég hef ekki gert það í upphafi, að við vorum í samvinnu þarna í upphafi, að leggja línurnar verkferlana, hvernig við ætluðum að þróa þetta. Við köstuðum þessum bolta mjög ört á milli okkar, áttum góða fundi og samskipti við virk og gerðum þetta í sameiningu. Og lærðum mikið og við ætlum að halda áfram með þetta. Alveg ótrauð. Það má kannski velta því fyrir sig hvað hefur maður lært af þessu líka. Og ég var svolítið að hugsa það því ég setti þetta niður á glærurnar. Það tekur tíma að innleiða allt svona. Og ég kannski píndi svona eins og ráðherra óþolum og við vil bara koma þessu öllu á strax. Og það alveg gaman að segja frá því að ég og fleiri upplifum það þegar við vorum að bíða eftir að einstaklingarnir færu frá okkur, beinum að fara, við vissum að það komið inn kerfi og við vorum að hringja og segja, jæja, hvað frétt, þetta ekki að byrja? Svona rói ykkur, þetta fer að koma. Og þegar að Þóra, vinkona mín, ráðgjafi sagði, þetta allt komið í gang. Það bara þannig að endurhæfingin hófst þarna þegar starfsmaður settist í stólinn eða kannski bara þegar að beiðnin var farin jafnvel.
Og þetta sem meðhöndlandi sjúkraþjálfari hér á árum áður á að vita, var svo gott að láta segja sér þetta tekur tíma. Þeir þurfa að horfast í augu við að þau þurfa aðstoð og svo fer heilmikið í gangi á þessum góðu, frábæru ráðgjöfum hjá VIRK. Áður en þau síðan senda þau út til úrræði hjá sjúkraþjálfurum, sálfræðingum og öðrum. Þannig að þetta var góð leksía sem ég lærði þarna og við. Annað var ég að læra í gær. Það var svo sprungun nýtt. Þá sagði einn starfsmaður við mig sem að koma úr úrræði frá VIRK. Ég held að mér hefði liðið bara mikið betur hefði ég ekki verið í veikindaleyfi. Heldur endurhæfingarleyfi. Líst ykkur ekki vel á það orð? Og ég ætla að skilja það svolítið eftir hjá ykkur. Þið hafið kannski heyrt þetta, ég veit það ekki. Ég var að heyra þetta í fyrsta skipti í gær. Mér finnst þetta svo gott. Hún sagði að það var svo vont að því ég gat gert svo margt, þó ég gæti ekki lesið skjal og skilið það, þá gat ég málað og smíðað og mokað og farið á tónleika og barinn og veitir. En mátti ég það, ég var í veikindaleyfi. Hugsaði þetta aðeins inn í framtíðina. Þannig að ég var að spá í að skilja þetta svona eftir. Takk fyrir mjög gott samstarf við þróun þessa verkefnis og við erum að halda áfram. Vonandi eigum gott samstarf á.